Velkomin í hlaðvarpið Svofum saman. Í þættinum ætlum við að hlusta á frásögu Finnboga Þorkels Jónssonar, en Finnbogi er manneskja og ýmislegt fleira. Hann hefur prófað margt til þess að berast gegn svefnleysi og kvíða og hann ætlar að bjóða þér inn í reynsluðum sinn næsta klukkutíman eða svo. Góða ferð! Ég er Finnbogi Þorkell Jónsson og ég er rosa margt. Ég vil ekki setja merki mig á mig. En ég er lærður leikari og hef aðeins gripið í það, lærður leiðsögumaður, jógakennari, hláturjógaleiðbeinandi. Ég er faðir, ég er alls konar. Ég er manneskja. Ég er allavega kannski bara komin á þann stað að ég hef miklu meiri áhuga á kannski manneskjunni sjálfri heldur en kannski, þú veist, hver hún er, hvað hún vinnur, hvað hún á og hvað hún á ekki, hvað hún á mikið, hvað hún lítið, bara svona það er það sem heillar mig og það er líka kannski bara þess vegna sem að ég samþykkti að koma og takk fyrir að bjóða mér. En ég fyrst á síðustu 2 árum hef ég farið í gegnum mjög krefjandi tíma, krefjandi veikindi, mörg stór áföll á frekar stuttum tíma og þetta var svona, ég nánast beið eftir að það væri bara loftsteinn að fara að falla og hvað næst? En ég sem sagt til að gera mjög langa sögu stutt að þá fer ég í gegnum virk eftir sem sagt bæði áföll, burnout, COVID og mögulega myglu í húsnæði sem ég var í. Þetta er svolítið stórt, það er svolítið mikið. Og svo er ég að ná mér aftur og byrja aftur með gleðismiðuna og hláturjógað og gaman að þá fæ ég COVID aftur og er kýldur niður og þetta er búið að vera núna 2 ár af rosalega miklu svona recovery sem ég þurfti að fara í gegnum og þegar maður er kýldur svona niður og þá fara allar gömlu varnirnar, þú veist, og þú getur ekki lengur leikið trúðinn eða verið klárigæn eða flinki handlægis sonurinn eða eitthvað, þú veist, þú líka bara í jörðinni og þá koma líka upp öll trámunum þín, af því að það er allar varnir farnar og þá kemur upp allt það sem að kannski hefur verið vandamál en þú nærð ekki að kontróla neinu. Það er öll stjórnir farin, allar varnir eru farnar. Þar á meðal kom náttúrulega það sem ég hef verið að díla við svona meira minna allar mín ævi sem er svefnvandi. Og það er mikilvægt kannski að koma fram að svefnvandi er svo margvíslegur að það sem að ég segi hér er bara mín skoðun og mín reynsla og það sem ég hef nýtt mér. Og ég vona einilega að það nýtist einhverjum öðrum líka. En þú veist, þetta er svona eins og dæmi, þetta var orðið þannig að ég jafnvel kveið í að fara að sofa á kvöldin. Því ég vissi ég myndi mögulega vakna eitthvað upp á nóttunni. Eða ég vissi ég myndi vakna kannski aðeins og snemma. Kannski vakna klukkan 5 eða 6 þegar ég var að reyna að sofa kannski til 7-8. Stundum var ég bara liðið margar vikur og ég svaf bara ágætlega. Svo komu kannski margar vikur af bara rosalega erfiðum tíma. Og þetta lýsir sér í því að maður er svona kveið svolítið fyrir að fara að sofa á kvöldin og þá drómaður það að fara að sofa. Maður fór ekki að sofa bara kannski klukkan 10:30, 11. Maður vissi að það verður vandamál og ég mun örugglega vakna klukkan 2 eða 5 eða eitthvað. Og þá var maður svona, þú veist eins og hjá flestum sem ekki til að vita, þeim bara, gott að fara að sofa núna. Það verður hjá mér og mjög mörgum sem ég tala við, þeir upplifa þetta bara, nei, og ég er að fara að sofa, ég veit ég mun hrökku upp. Eða ég mun vakna alltaf snemma og ég mun bara ná 5 tímum eða 6 tímum eða eitthvað. Og kvíði fyrir því að vakna líka þreyttur og aldrei úthvíldur. Og þetta sem er oft talað í svona áfallastreitu röskunar fræðunum að kvíða fyrir því að verða kvíðinn. Það er ekki kvíðinn sjálfur sem er kannski aðal vandamálið, heldur er kvíðinn fyrir hugsanlegum kvíða. Þetta þurfti ég svolítið að horfast svona í augu við að bara, þú veist, skoða hvað er þetta og kannski leiðir að næsta sem að
og sko, guð minn góður, ég hef búin að prófa allt, ég hef búin að prófa svefnlyf, ég hef búin að prófa vöðvaslakandi lyf, ég hef búin að prófa svona einhvers konar róandi lyf, ég man ekki eins og hvað þetta heitir og sko allt þetta fannst mér að virka ágætlega til að byrja með, kannski í fyrstu vikurnar eða mánuðina, en svo fór ég að finna fyrir svona, ég var svona dofinn, ég var svona tilfinningalega flatur og þetta kannski, ég náði kannski svefn kannski 7-8 tíma á blaði, en þetta var ekki geðsvefn. Þannig að ég fór í gegnum langt tímabil þar sem ég var að byrja og hætta á þessu. Sko þegar þú ferð í burnout þá náttúrulega eða farið COVID eða myglu eða hvað það nú eða bara verður fyrir áföllum lífsins þá sko fer taugakerfið í svona alert mód, skilur við, og það er að taka til varna og svo kannski nærðu smá slaka og ferð jafnvel nær góðum svefni, svo allt í einu kikka taugakerfið inn bara og þú kannski vakna bara klukkan 5 eða eitthvað og bara, hvað er gerst? Og það samt ekki að gerast. Þá þetta bara, taugakerfið, sko, líkaminn heldur að það sé stríð. En stríðið löngu búið. Skilurðu? Stríðið löngu búið. Það var sérst áföll og ofbeldi og svona krefjandi aðstæður sem að ég var bara mjög duglegur að vinna með í svona EMDR-vinnu hjá sálfræðingi. Og mér finnst bara í dag það að fara til sálfræðings og fá lausn sinna mála, mér finnst þetta bara alveg jafn sjálfsagt og að fara til sjúkraþjálfara. Þetta var ekki kannski þegar við vorum litlir, þá ef einhver fór til sálfræðings þá var hann bara klikkað, sko. En mér finnst þetta bara að vera svolítið humble og bara ég þarf aðstoð við þetta. Ég fer sérst í EMDR og ég man ekki hvað skammstöfunin sinni, en þetta sem sagt snýst það að ég sérst kemst að því bara í stuttu máli, ég ætla nú ekki að rekja áfallasöguna mína, en ég vil samt skjóta því að sko, þú þarft ekki endilega að hafa lent í einhverju hræðilegu. Nú búið að með þess að sanna það vísindalega að þú getur erft áföll forfeðra og svo getur þetta verið líka bara eitthvað sem þú lentir í en ert búin að steingleyma og manns jafnvel ekki og við þurfum ekkert alltaf að muna, við þurfum ekkert alltaf að vita. Þessi svona, eins og ég upplifði á mér, svolítið svona þráhyggja að vita akkur þetta svona, skilur, það skilur, ef maður ætlar að vera við stjórn alltaf og analysera alltaf og vita nákvæmlega hvað að gerast, þá þetta bara búið spil. En EMDR sem sagt, það eru nokkrar aðferðir og eins og þetta sem sagt útskýrt fyrir mér. Ég þarf að afgreiða ákveðin áföll og ákveðin svona með flókna áfallastreituröskun, það eru mörgum stöðum mjög víða, það eru alls konar, ofbeldi og svona, og svo gamli skólinn og svo skólakerfið og svo bara, þetta mjög, mjög víða. Gengur út eins aðferðin sem við notuðum, ég og sálfræðingur minn, og ég veit að það eru nokkrar aðferðir. Það sem við notuðum mest sem sagt að fara inn í erfiðu tilfinninguna. Við tökum samtal og við finnum hvað erfitt, hvað að bögga þig dagsdaglega. Við förum inn í hana í tíma, í öruggu rými hjá sálfræðingi sem þú treystir, góðum sálfræðingi, og getur vel verið að fólk þurfa að prófa 2-3 sálfræðinga á að finna hann réttar sem þú treystir. Ég mjög heppinn með minn sálfræðing, ég fann það bara strax að ég treysti henni. Þú ferð sem sagt, svo ég útskýri þetta svona kannski vísindalega, sem alltaf gott að vita líka, talandi að verða að vita, að það sem að í sko framheilunum, og nú getur vel verið að ég sé að rugla, í framheilunum svona úrvinnslustöð. Þetta svona, þú veist, þetta svona sem þú stjórnar að þú ætlar að teygja því í þetta glas þá svona framheilin að vinna, eitthvað svona. Einhvers staðar í heilunum aftarlega, ég man ekki nákvæmlega hvað það var, en í stuttumáli sem sagt var þetta útskýrt svona fyrir mér og bara leiðrétti mig ef þetta vitlaust, að þar eru alls konar minningar, þar eru taugabrautir, þar eru þar geymir heilinn það sem að
þú lentir í en hann gat ekki unnið úr á þeim tíma. Þetta oft svona kannski lamaðar taugabrautir, þetta frosnar taugabrautir eða þetta taugabrautir sem fengur bara ekki að þroskast rétt. Það sem við gerum í EMDR-tímanum, ég og sálfræðingur minn, að við förum inn í einhverja erfiða minningu eða erfiða tilfinningu. Það þarf ekki endilega að vera minning eða mynd, það getur bara verið tilfinning. Við förum inn í hana og þá gerum við annað að tvennu. Annarkvort þá förum við það sem heitir tapping. Og þá getur við tappa bara létt á bara hnén eða lærin, bara svona létt, eða tappa á brjóstkassan, eða gert þetta eye movement, þar sem að sálfræðingurinn hreyfir fingurinn og þú sem sagt horfir, lætur augun elta fingurinn. Það sem að gerist þá í heilanum að þú ert í miðri, kannski erfiðri, djúpri, erfiðri tilfinningu, en á sama tíma ert að ræsa framheilan sem úrvinnslustöð í raun og veru heilans. Og þá fer heilin að hugsa, hér eitthvað sem að þarf að laga, hér við förum lögum þessar, og það sem að gerist, og heila línurit segja að taugabrautir sem voru kannski eitthvað skattar eða lagar, það er styrkjast. Og við erum þannig byggð að við getum heilað okkur sjálf. Við þurfum bara að nota þessi aðferðir. Og þetta gerðum við mjög mikið. Hin aðferðin sem ég nota mikið heima hjá mér, sem sagt að tala við, að fara inn í tilfinninguna. Kannski slæma, það getur verið minning, getur verið slæm tilfinning, getur verið einhver sem að bara reytt einhverju í þig bara út í búð og þú fer heim og það var eitthvað óþægilegt, það triggar þig kannski sjálfa þig 12 ára þegar að mamma þín sagði eitthvað eða þess vegna bara 25 ára þig eða eitthvað. Þá fer ég bara út heim og í staði fyrir að þetta hangi í mér í marga daga, þá aðferðin svo vera með þessu, ekki bara slá þetta í burtu, vertu með þessu í smá tíma og eða þetta getur verið bara konstant vanlíðan, þetta getur líka verið bara þú vaknar á nóttunni, að því við nú kannski tala svefn, þú vaknar á nóttunni og líkaminn að vakna því hann að segja þér eitthvað. Líkaminn ekki bara að vakna að gamni sínu. Líkaminn kerfi líkaminn að segja það eitthvað í gangi við ráðum ekki við það, við þurfum að vakna. Þú þarft að hjálpa okkur. Og það sem að EMDR kemur inn þarna að eins og ég ger þetta, nú lýsi bara mínu, ég kannski vakna, 2-3, ég næ ekki alveg að sofna, ég að finna það, ég fer bara í stofu, ég kannski sest í sófan eða ég leggst í sófan og ég tala við þessa tilfinningu, ég tala við þessa spennu og ég spyr hvað viltu, hvernig get ég hjálpað þér? Og næsta skref að finna hvar spennan í líkamanum. Þetta getur kannski verið í kviðarhólinu, þú veist, ég með það sem heitir iðraólga eða irritable bowel syndrome, sem svona bara, ég held, afleiðing af einhverju, sem öll burnout eða eitthvað, veit það ekki. En fara og vera svolítið humble, þetta í gangi, þessi tilfinning í gangi, þessi tilfinning kemur, setjast í sófan eða bara stól eða eitthvað og bara, hvað þetta? Hvað þessi tilfinning að segja mér? Og hlusta, gefa sér tíma. Þetta þurfi ekki að vera marga mínútur, þetta getur verið bara örfáar mínútur, þetta má líka alveg vera hálftíma klukkutíma, bara hvað þú vilt. Vera með þessu, tala við þetta sem fullorðni þú. Tala við þetta, þetta getur verið minning, þetta getur verið verkur og það sem ég ger, ég tala bara við þetta og segja, ég kom til þín og hvernig get ég hjálpað þér, hvað þetta? Og það ótrúlega oft sem að kemur bara eitthvað já, við þurfum að vinna betur með þessa tilfinningu eða þessi samskipti eða bara við getum ekki borðað þennan mat, þessi matur hann spennur okkur bara upp kvöldin eða það ekki við treystum okkur ekki til að vera að horfa á spennu þætti til 12:30 eða eitthvað en oft þetta hjá mér líka bara eitthvað gamalt tráma það sem stundum kallað body trauma, það sem heili mann ekki en líkaminn mann það.
líkaminn, hann geymir hlutina og það náttúrulega þessi fræga bók The Body Keeps the Score núna sem svona eina byltingunum í stór bylting í sálfræðinni það ásamt kannski psychedelíu sem svona alveg umturna allri meðferð sálfræðimeðferð en já, að sem sagt þetta líkaminn geymir þetta þó heilinn sé búin að kannski gleyma þessu að loka á þetta að þá oft gott að tala við líkamann og ef það verkur og það sem kannski að flippaðast í þessu þegar ég finn að það spenna í mér ég var að fara í annað var í öðru viðtali í morgun og gekk eitthvað illa að sofna ég fer einmitt þá fer ég að nýta þess aðferði sem ég kann og ég fer inn í stofu, ég sest í sófann og ég finn svona önnur höndin að byrja að hristast og ég svona bara ég ætla að leyfa henni að hristast ég ætla ekki að vera ekki hristast hérna gæti einhver séð mig það er fyrst alveg enginn að fara að sjá mig skilur ég er bara einn heima í stofunum þú veist miðnótt eitthvað og svo stend ég bara upp og ég finn alveg skilur líka mig byrja að hristast aðeins og ég leyfi þessu bara að vera og svo er þetta bara búið þú veist og ég meira þess að ég var að fara í gegnum erfiðustu kaflana og þetta kom upp og þá var ég komin út á gólf og ég spurði bara líkamann hvað viltu og ég leyfði honum bara hann fór í einhverja jógastellingar hann hoppaði hann ég svona þú veist ímyndaði mér eins og ég væri að kasta upp en það bara kom ekkert út skilurðu og svo ræddi ég þetta við sálfræðinginn minn og hún sagði og ég spurði ég ekki orðinn klikkaður er þetta ekki bara búið hjá okkur og ég bara þarf að leggja mig inn á eitthvað stofnun og we're done en þá sagði hún þetta er akkurat það sem þú þarft að gera þetta er nákvæmlega það þú þarft að hlusta á það sem því að þetta í líkamann og þó að sé ekki flott orð og fancy orð, eitthvað bodytrauma en þetta ástæða fyrir að við erum að vakna ástæða fyrir ég er að vakna kannski bara vitni í mig að líkaminn alltaf að segja okkur eitthvað og við verum að hlusta á það og það gæti verið hann sé að segja okkur herru kall minn herru vinna mín þú þarft að vinna með þetta hjá fagaðila þetta er stórt eða þú þarft bara aðeins að hrista þér það var erfiður dagur í gær og pirrandi fólk bara hristið að þér einhvern veginn og þetta hljómar ógeðslega einfalt en það er ekkert eitthvað það er enginn að fara að nenna að fara fram úr skilur klukkan 2, 3, 4, 5 og eitthvað hoppa og hristast en það er ekkert endilega sem þú þarft að gera stundum kannski bara þú veist er rosa gott að ég geri öndunaræfingar líka ég geri Buteyko öndun mjög mikið og svona minimal öndun sem ég mæli með að fólk tékkja á það er mjög gott app sem kennir mjög vel Buteyko öndun kassa öndun svo líka bara rólegt mjög gott að hlusta á rólega þú veist ég datt inn á mjög rólega útvarpssögu á Rás 1 það var eitthvað fekkt í útvarpinu í bílnum það var eitthvað svona alveg ofurróleg útvarpssaga og það er fullt af þessum útvarpssögum á RÚV-appinu og bara vá, ef ekki hægt að sofna út af þessu þá veit ég ekki hvað grafa upp eitthvað svona ég held að þetta sé og en ég ég skil mjög vel líka og ég hef svo oft verið þannig sjálfur að þegar maður líka með að sofna maður er búin að vera að bylta sér og maður er búin að það er liðin hálftími, það er liðin klukkutími að maður vilji fara og taka svefnlyf eða eitthvað róandi, eitthvað slakandi og það er alveg leið út af fyrir sig og mín upplifun af því er bara að ég afleiðingar daginn eftir voru svo glataðar ég vaknaði dofi, ég vaknaði dröggar ég var ekki svona komin í mín innri tengsl fyrir en kannski bara þú veist, eftir 4 þá allt í einu var ég orðinn sem fimmbogi skilur, af því að þú veist þessi svefnlyf og kvíðalyf og þunglyndislyf voru náttúrulega að sjálfsögðu að deyfa afleiðingarnar en þær fóru ekki í rótina bara því miður eins mikið og ég bara ætla ekki að tala niður lyf alls ekki við björguðu lífið mínu á sínum tíma alveg rosalega mikið en ég var oft bara svolítið svona dofinn fram eftir degi bara í 10-15 ár og þetta ferðalag að hlusta á líkamann þetta er ekkit auðvelt ferðalag en þegar þú ert komið með smá svona bara já það er þetta
hvað er ég búinn að finna? Og þegar allt í einu komið sko ein nótt þar sem þú svafst bara alla nóttina. Svo kannski stuttu seinna 2 nætur sem þú svafst alla nóttina og þú bara sofnaðir eins og barn og vaknaðir ekki neitt, þurftir ekki að taka neitt. Þá ertu farin að sjá bara, vá, þetta er leiðin. Og þá var ég farin að sjá, alltaf ég nú að segja, svo og svo lærið maður mikið. Ég fór í gegnum virk, ég fór í sem sagt, fór á heilsustofnun í Hveragerði. Ég var að fara í gegnum það allra versta. Og og svo núna í sumar fór ég í svona COVID-prógram á Reykjalundi. Og það er rosalega margt sem ég hef lært þar og lærði á þessum stöðum. Og þetta eru alveg yndislegir staðir. Til dæmis eins og setning sem að ég bara er svona búin að vera uppáhaldssetningi mín í margar vikur að stress er alltaf ímynduð hætta. Stress er alltaf ímynduð hætta. Ég er bara búið með þannig samfélagi að það er ekkert ljón að fara að koma hérna og éta okkur. Og við förum út í umferðina jafnvel oft á dag og við erum aldrei að pæla í að það er stór hættulegt fyrir umferðinni. Við bara erum að gera. Og þetta var rosalega sterkt fyrir mig sko því ég var að afgreiða ákveðið mál að bara, og ég vinn við að koma fram, ég vinn við að skemmta fólki og koma fólki til að hlæja og vera sniðugur og klár og fyndinn. Og ég verð ofta alveg bara yfir með stressar og ég búin að gera þetta 100 sinnum. En bara sko, hvað er hættulegt við þetta? Og sama með svefnin, að þú kannski vaknar, ok, það er ekki hræðilegt að fara að gerast. Það hræðilegasta innan gæsalappa er kannski það að þú verður að sleppa tökunum. Við stjórnum þessu ekki. Eins og sagtur á ensku, eitt svona mjög góður gúru sem ég spjallaði lengi við, sagði sko varandi svefn, að þetta er algengt kannski á fólki með kvíða og það er náttúrulega stjórnsemi er nú bara sko afurð kvíða. Það er bara stjórnsemin er systir kvíðans, finnst mér mörgu leyti. En hann sagði sko svo fallega, frá 8 af því þú eru að fara að sofa, you fall asleep. Og þegar þú eru ástfangin, you fall in love. Þú stjórnar þess ekki, nú ætla ég sko að sofna. Eða nú ætla ég sko að fara ástfangin, ég er búin að bíða eftir ógeðslega og nú ætla ég að fara ástfangin, núna! Og sko, við þurfum ekki alltaf að vita hvernig það gerist. En þetta er samt svo eðlilegt, kannski fólks með áfallasögu, áfallastreituröskun eða hvað nú er, eða bara kemur á erfiðum aðstæðum, hvað nú skiptir ekki máli, eða ég er ekki hrifinn að því að setja label eða nöfn á eitt eða neitt. Það er svo eðlilegt að við viljum hafa stjórn. Sko, fólk sem hefur orðið fyrir einhverjum krefjandi áskorunum í lífinu, skulum við segja, það vill svo mikið hafa stjórn, þetta er mjög eðlileg. En þetta er líka tilfinning sem við þurfum að tala svolítið við. Og sko, við þurfum ekki alltaf að vita af hverju við erum svefnlaus. Þetta er bara staðan, hún er sem er núna. Og jú, líka mann segja okkur eitthvað og við bara hlustum á það. Og það er svo mikilvægt að sko, að vera með því. Því að þá ertu í raun og vera að vinna úr því. En leið og sko deyfir það með einhverju, skilurðu, farið þér að ferði í skápinum, farið þér að borða, eða þú veist, tekur kannski einhver svefnlyf eða eitthvað og enn og aftur bara, ég er ekki að tala um svefnlyf, en það hendaði mér ekki svona kannski til lengri tíma og en sko og það er eiginlega versta sem maður kannski gerir sjálfum sér er að vilja svo mikið vera við stjórn. Það er eiginlega alversta sem þú gerir að bara, ég verð að vita svona, en guð mig góður, ég var þarna heillengi og auðvitað þegar þú hefur upplifað eitt og annað í lífinu að þú þróa með þér ákveðin varnarkerfi. Þú þróa með þér kannski, segjum þú komur úr kannski bara aðstæðan sem voru ótryggar að þá hvað sem það er uppeldi eða hjónabandi eða samskiptum eða skólakerfi eða eitthvað. Þá þróar með þér ákveðin svona varnarmekanisma þar sem þú hleypir sko fyrsta lagi kannski engum almennilega að þér og ef einhver svona námdir eða einhver hjálp eða námdir í boði að þá ýtir frá þér að þú treystir henni ekki. Og það getur verið einhver námdi í samskipti við fólk eða það getur verið bara einhver hjálp frá bara
einhverjum fagaðila sem að hjálpa þér, en þú bara, nei, varðandi mín að stoppa hér, ætla að stoppa þetta, menn ekki, ég ætla að fá að gera þetta sjálfur. Og þetta er svo eðlilegt, en þessar varðir þarf maður líka að tala við, af hverju ég að stoppa þetta? Og hjá mér enn eitt svona EMDR seg, trixið sko, þetta ofta einhverju partar, þetta kannski, ég kannski að tala við mig 10 ára sem að var fyrir einhverju ofbeldi eða mig 12 ára sem var fyrir einelti eða 20 ára mig sem var, þú veist, svona fyrir einhverju einelti eða einhverju svona erfiðri upplifun. Partarnir geta verið á öllum aldri. Alveg, þú veist, ég er 42 ára, ég hef stíð að tala við minn eigin part, fertugan. Og tala við þessa drengi, tala við þessa stráka. Sko, á hverju mismunandi aldri. Þetta náttúrulega beint úr EMDR-fræðunum því að sko lífið heldur áfram að gerast. Það sem að kannski þú lendir í sem barn og unglingur og ungur maður eða ung kona, það hefur náttúrulega mjög mótandi og sterk áhrif á þig. En svo heldur lífið áfram að gerast og auðvitað getur orðið fyrir áfalli 35 ára, 40, 70 og hún kannski í sko miðjum storminum að þá hafður bara einfaldlega ekki bara tíma til þess að vinna úr því, en þegar kannski svona allt sest og rólegra þá getur farið, og þetta er bara beint úr sálfræðinni, það getur farið tilbaka bara, tala við sjálfa þig hérna bara, já 45 minni hérna, við urðum fyrir miklu áfalli þegar við urðum svona veikir, við vorum gæjar sem gátu hlaupið 10 kílómetra á þess að finna fyrir því og svo bara nokkur mánuði setna þá bara stóðu ekki fætnar. Ég er með þér, ég skil þig. Tala við þessa parta, en náttúrulega kannski særðustu partarnir eru væntanlega frá mótunar árunum sko. Og það er meiri segja í þessum fræðum að þetta sko tala við sjálfan sig í móðurkviði. Það er bara sálfræðin er orðin svo geggjuð sko. Og við erum ekki, þetta er ekki eitthvað kjaftað, þetta er bara sálfræðin sem búin að fara í gegnum alla þessa fasa og þetta er bara beint frá sem ég að læra hjá sálfræðinum mínum sko. Þannig að það er ekki hægt að segja þetta sé, það er búið að prófa þetta marg oft, þú veist hvernig vísindin eru, þau taka ekkert inn nema að sé búið að sko gjörsamlega rannsaka það í spað. En það sem eftir raunveru er að gera að þú ert að hjálpa heilanum að heila sjálfan sig og þú ert að hjálpa líkamanum að heila sjálfan sig. Það sem að og þessi fræði, ég hvet fólk til að skoða þessa bók sem heitir The Body Keeps the Score. Að því ég var að tala um á þannig að við þurfum ekki að vita og þurfum ekki að vita með haustum, þurfum ekki að skilja. En líkaminn veit, líkaminn man þetta. Hann er alveg með á hreinu, við lentum í þessu hérna, þess vegna erum við alltaf með einhvern magaverk, eða þess vegna erum við alltaf stíf hérna í bara, hvað er, hægri öxlinni eða erum alltaf með hausverk. Þannig að hlusta á hann, fyrst og fremst. Og sjálfsögðu gera MDR-æfingar og tala við einhvern og finna traustan aðila til að tala við. En mín upplifun er núna, og ég undirstrika mín upplifun, þetta er svolítið mikilvægt, ég veit að þetta er mjög svona viðkvæmt hjá mörgum. Mín upplifun er að svona ég afgreiði kannski svolítið svona það sem heilin vill afgreiða fyrst í samtölum og svona, svo fer ég að tala við líkamann, svo fer ég að finna hvað það er. Og ég nota bara ýmsar aðferðir við það, til dæmis eins og ég nefndi á hann að, þú veist, að leyfa mig bara að hristast ef ég vil hristast. Eða, þú veist, ég fer í jóga, ég ég mæti mikið í primal í skeifunni sem er svona, vinnur mjög mikið út frá þessum fræðum. Og öndunaræfing er bara, og öndunaræfingar er bara beintenging við taugakerfið. Þannig að ef þú gerir öndunaræfingar samviskusamlega, þá þetta er bara lykillinn að taugakerfinu. Og ég var líka þannig, þegar ég var að byrja á þessu, ég hafði enga erið í mér til að gera þetta. Ég var bara strax farin að hugsa eitthvað annað og ég var strax farin að plana bara, þú veist, daginn að plana hitt og þetta eða bara, þú veist, bara, hausinn var bara farinn. En
en maður verður bara að halda áfram. Og ég geri búteikuöndun mikið, ég geri kassaöndun, eða þar að segja, ég geri svona hluta búteikuöndun, ég geri mínimalöndun, og ég komist að því að líkaminn, sko þegar þú ert komin upp að laga með þetta, líkaminn elskar þetta. Taugakerfið róast, taugakerfið leið og ég byrja kannski að gera mínimalöndun eða kassaöndun, að þá veit, sko taugakerfið fara að læra, að veit hvað að fara að gerast. Og þá róast það bara, ég vil áður en að, þú veist, og ekki alltaf sagt að maður þurfi 3 vikur til að, eða 21 dag til að temja sér nýjan vana. Þetta bara tekur tíma og meina, guð minn góður, ég datt ofta á vagninum, ég byrjaði að hætti og byrjaði og var rosa vangur og náði nokkrum dögum, svo gerði ég ekki neitt og svona. En það bara hluti af ferlinu. Og svo annað sem ég geri sem að, var svona einn af þessum stóru svona, þessu stóra fyrir mig, að það að að fara út að labba og taka svo kallar slow pace labb. Það að segja að þú ferð út að labba og labbar ekki hratt. Þú labbar aldrei hraðar heldur en að þú náir bara að anda inn og út nefið. Og þetta ekki kraftganga. Þetta ekki ganga til þess að komast í gott form eða, þú veist, brenna einhverjum kaloríum eða eitthvað. Þetta ganga til þess að það sem gerist í spennu líkamans þegar vöðvarnir eru spenntir, þú ert kannski búin að vinna mikið eða æfa mikið, eða bara ertu í daglegu stressi bara lífsins, að þá svo kallað lactate sem fer út í vöðvana, svona einhver mjólkursýru dót, ég kann ekki alveg útskýra, en hins vegar ef þú ferð að labba rólega í svona 30-40 mínútur, þá byrjar líkaminn að brenna þessu lactate. Og þegar þú kemur heim, kannski búin að taka kvöldgöngu í 30-40 mínútur, þá eru vöðvarnir slakir og þá svo miklu þægilegra að sofna. Og ég hef svo margoft reynt þetta að því ég var að fara í gegnum það allra erfiðasta, sko, taka bara 30-40 mínútur rólegt labb og þú ert líka úti í náttúrunni. Og það það sem að ég held að sé nú svona yfir höfu kannski stóri vandinn okkar samfélags með svona þú veist, þannig að kvíða hjá ungmennum, svefnleysi, þunglindi, að við erum búin að missa svo mikið tengslin við náttúruna, missa mikið tengsli við að vera úti, missa sko tengsli við hvort annað, þú veist, þú veist, maðurinn búin að vera til í svona þessari mynd sem við þekkjum hann í 200.000 ár, 200.000 ár. En bara á allra síðustu, kannski 200 árum, þá erum við sko farin frá því að vera mikið saman, við erum færri og færri búum færri og færri saman og svo eru náttúrulega samfélagsmiðlarnir komnir og þá við erum ennþá síður að hittast og við erum ennþá minna út í náttúrunni og sko tengslin eru eiginlega það sem að heilar þig. Og það ástæða fyrir því að mennilega uppgöta að fíknisjúkdómar séu í raun og veru bara vöntun og góðum tengslum, fyrst og fremst. Ég held í mínu tilfelli að minn svefnvandi var að sjálfsögðu vöntun á tengslum. Þetta bara vöntun á, ég kunni ekki að hlusta á það sem líkaminn var að segja mér. Þú kannski ollir ekki vandanum, en þú ber samt ábyrgð á því að laga hann. Það er bara the bitter truth, sko. Ég get sagt þér eina stutta sögu sem ég heyrði af rosalega flottum strák sem var crossfittari. Æðislega bara geggjuðu formi og þessi flotti aðili, þessi flotti strákur, hann átti hund sem hann fór alltaf út með að labba á kvöldin. Og svo deyr blessaður hundurinn. Og þessi crossfittari, hann fer að svona nokkur setna átt að sá því að hann á við einhvern svefnvanda að stríða. Hann alltaf að vakna á nóttunni og það alltaf spenntur þegar hann fer að sofa og vakna eldsnemma og hann skilur ekkert í sig hvað þetta hafði aldrei verið svona. Og þá hann bent á það að þegar hann sem sagt fór út að labba með hundi sinn, þá var hann í raun og veru að taka slow pace sem gerði það verkum að lactateið fór úr vöðvunum og vöðvarnir voru slakir þegar þú fórst að sofa. Og maður hefði nú haldið að kannski vel þjálfaður íþróttamaður væri bara, þú veist, væri þreyttur og myndi bara sofna, en það bara ekkert þannig. Og þú veist, það sem ég líka uppgöta
að ég var einmitt hlaupa 10 kilometra á Strava og eitthvað, eða þú veist, var með Strava hlaupa appið þarna, alltaf að skrá og þú veist, byrja með saman og vera í samanburði, þetta er bara, ég geti þetta ekki nú, mér finnst bara, þú veist, ég fer út að hlaupa bara til þess að, og ég stoppa og ef ég sé flott hús, þá skoða ég eða tré, það er, ég fæ miklu meira út úr því og það sem er líka bara, sko, sem ég að fatta svona smátt og smátt, talandi við vorum að tala áðan, sko, tengslaleysi við náttúruna, tengslaleysi við hvort annað, það að fara út og bara taka eftir trjánum eða labba kannski bara í snjónum og hlusta á bara svona hvernig snjórinn svona kremst undir fótunum á manni eða og þetta, og það er svona klassist að segja, að fara að faðma tré. Ég fer, þú veist, labba oft ákveðin hring, faðma eitt tré og ég hef oft verið með fólk með mér sem finnst þetta skrítið, en svo er enginn að pæla í þessu. Faðma bara tréð og langar til þess. Og ef þið langar ekki til þess, þá skal ekki faðma tré. Þetta er ekki flókið, sko. Þú gerir bara sem þig langar. Og en sko, þetta hjálpaði mér rosalega mikið og ég ger þetta ennþá mjög mikið. Að gefa mig bara 40 mínútur, 30-40 mínútur og ég held að við höfum flest öll 30-40 mínútur ef við minkum kannski bara skjátíman. Og ég tek dóttur mína stundum með mér, hún er kannski ekki alltaf að nenna því, 13 ára, en þá kannski tökum við að styttra að labba. Og í því að fara út að labba, þú veist, þú ert náttúrulega að hreyfa líkamann, þú ert að brenna lakteiti, þú ert úti, þú ert í fersku lofti, þú ert í kringum náttúruna, þú veist, það er mjög gott að leitast við að labba í einhverjum almenningsgarði eða eitthvað. Og ef þú ferð með einhverjum þá ertu í tengslum. Og þetta er eitthvað sem við Íslendingar sem erum meira og minna inni alltaf árið nánast. Okkur vantar þetta rosa mikið. Næringafræðingur sem ég talaði við, hann talaði sko, og Finnbogi, þú ert í eiginlega dundurformi, það er ekkert sem ég get svona séð. En mundu það samt að ganga er vanmetnasta hreyfingin. Sko, ég hélt alltaf að hreyfing snerist að vera með sem mestan djöfulgang. Bara, þú svitnar ekki nógu mikið, ef púlsinn fer ekki alltaf í hæstu hæðir, og þá er þetta ekki að virka, þetta drasl, og þetta djöflast á líkamanum, alveg nógu anskot mikið, svo hann verði þreytur, þá eru kannski sofnað. En það sem ég var að gera, ég var bara yfir spennan og hann var fullur af lakteiti og fullur af stresshormónum og svo því ég ætla að fara að sofa, var þreytur, náði ekki að sofna. Af því að það var, þú veist, fyrstulega mikið lakteiti í honum og líka bara þessi andlega spenna bara, sko, nú er ég sko búinn að þræla mér úti við daginn og núna á ég að sofna. Þú veist, talandi að vera alltaf við stjórn, við þurfum alltaf að stjórn. Þannig að þetta er svona það sem ég nýti mér rosa mikið þegar þessi EMDR fræði sem ég talaði áðan og bara svona flottar setningar sem bara komu til mín eins og því sem ég lærði, ég var að fara í gegnum COVID-prógrammið á Reykjalundi að stress er alltaf ímynduð hætta. Við bara lifum í þessu góðu samfélagi, skilur við. Við erum ekki, það er ekkert að fara neitt að fara að kála okkur nema kannski við sjálf. og einmitt, ég fór á svona svefnnámskeiði og þar voru náttúrulega, það er náttúrulega bara kannski síður tími, sko, þar einmitt talaði að þú veist, sofna alltaf á sama tíma, vakna alltaf á sama tíma, temja líkamann inn á það, þetta eru kannski erfiðar 3 vikur, sofnar alltaf kannski sem bara 11, alltaf vaknaði bara klukkan 7 eða eitthvað. Þá færðu þann tíma og þá vill líkaminn sofa þessum tíma sem þú er búin að temja hann inn á. Annað er einmitt líka, þú veist, eins og kannski fólk er nú margbúið að heyra, þú veist, að vera ekki í skjánum allavega klukkutíma fyrir svefn, hvað hann var, skilurðu, og undirbúa svefnin, fara sko rólega inn í svefnin, bara þú veist, nú bara slökta öllum tækjum og fáum kannski vera róandi te, kveikt á kerti, bara kannski getum aðeins lítið í einhverja bók eða eitthvað, eða bara spjalla, fara rólega inn í þetta, sko. Og ég skal alveg viðurkenna það, ég kann öll þessi triks, ég nota þau mjög oft, en það koma líka bara tíma þar sem ég bara er bara farinn og bara er ekki að nota þetta. Einhvers staðar heyrði ég það að þegar þú ætlar að temja það nýja vana,
og það búið að rannsaka það vísindalega að sama hver vaninn nú að það svona 60-70% árangur að því. Þú getur reiknað með ef þú ætlar að temja þér eitthvað nýtt að það mun klikka. Það enginn sem að bara frá fyrsta degi bara ætla ég að gera hugleiðslu á mótana og kvöldin og alltaf að vera að fara inn í hádegi klukkan 11. Það enginn sem nær því bara dag eftir dag. Það lífi gerist líka. Og þú veist, þetta að hlusta á líkamann, þú veist, taka rólega göngu, og bara enn og aftur, þetta ekki alltaf auðvelt. Þú ert í stormi lífsins, það eitthvað í gangi, það erfiðir tímar. Þetta fara í gegnum eitthvað, þá sko, allt flókið í miðjum storminum. Einföldustu ráð sem eru gefin eru flókin þegar þú ert í hringiðu sko erfiðleika í raun og veru. Þau kannski líta vel út á blaði en þau eru rosa flókin eða erfið eða krefjandi þegar þú ert í miðri spennunni, miðju fight or flight mótinu eða miðju freeze mótinu sko. 70% af svokölluðum svefnvanda í raun og veru viðhorf okkar til vandans en ekki vandinn sjálfur. Sem dæmi á að segja ég kannski hitti þig og segi ég svaf bara 5-6 tíma í nótt, maður alveg undir, maður svaf, það alveg hræð og dagur maður hræður, ég svaf alveg 5-6, þetta ekki nóg gott maður, ég ná allir 8 tíma, það verða að ná allir 8 tíma, allir nema ég. Versus að segja sko, ok, það var bara aðeins þetta, smá krefjandi nótt, ég náði þó 5-6 tímum, og veist ég meina, hver hefur ekki sofið 5-6 tíma og komist bara vel ekki daginn. Veist, hvernig viðhorfið til þess að eiga við skiptir svo miklu máli og því sko, þú veist, það sem þú veitir athygli veitur líka orku og þú ert alltaf að spá í vandanum að þá vex vandinn. En þú veist, það einhvern veginn að bera virðingu fyrir þessu en ekki blása þetta út. Þú veist, þetta þarna en bara Guðspennum ekki bara ég búin að glíma við svefnleysi og kvíða í áraraðir og þetta ætlar aldrei þetta. Þú veist, þá ertu bara að manifesta þetta. En nú kannski pæling sem að mér langar að koma inn á eða aðferð sem að svona tengist rosa mikið þessum kannski svona að fara inn á við og opna sárin og þóra horfast í augu við það sem það sko psychedelia í raun og veru ekki gera neitt nema þú vitir hvað þú gera og sko bara og ég rætti þetta opinskátt við fagaðila, skilur þeir náttúrulega segja við megum ekki mæla með þessu en við vitum að það verður að rannsaka þetta og við vitum að þetta fólk að gera þetta út allt. En ef þú ætlar að gera þetta, gerðu þetta þá með sko sálgæsluaðila, fagaðila sem að veit, sem getur gripið þig. Og það svona, kannski svona það sem að þú veist, eiginlega alltaf mikilvægast í þessu, þú veist. Ég bara hvet fólk sko til að vera svolítið njútral, kynna sér þetta. Ég veit að það eru mjög margir í bara alfarða móti þessu en það breytir ekki því þetta verður viðurkennd sálfræðimeðferð bara fyrir að segja og ég bara svona kynna sér þetta eins og þú veist þetta geti verið eitthvað sem beti bara bætt heiminn. Kannski eftir allt saman þá eru það plönturnar sem að bjarga okkur út úr guðunum. Þannig að já, bara svolítið hlutleysi og svona anda inn í þetta og forvitni. Það nú sagt að Guð elskar forvitið fólk eða alheimsorkan kannski elskar forvitið fólk. En það sem ég langaði líka til að segja og einn brá að þó að ég kunni mikið aðferðum og komið og geti deilt miklu að sko þess að ég var að tala áðan að það þolinmæði, það að halda áfram og það var, þó ég kynni einhverja aðferð og lærði einhverja aðferð og var heimilífandi ég féll ofta á þessu prófi að gera þetta sko í stöðuleika og það bara þannig bara lífið en ég hélt áfram og þú veist og það sem að ég hef lært kannski ég veit ekki, ég segjum bara 7-8 aðferðir
ég nota kannski svona 3, 4 svona mest og og kannski þolinmæðin kannski svona þolinmæði fullkomnar árátta finnst mér, eða óþolinmæði ætla ég að segja óþolinmæði fullkomnar árátta og fyrir mér fullkomnar árátta bara eitt form af einhverju skömm það einhver skömm að þú ert ekki nóg einhvern veginn, þetta verður að vera fullkomið og ef þú ert farin að bíða eftir hinum fullkomna svefni þá ertu ekkert á sérstaklega góðum stað og þessi skömm getur verið hvaðan, þú getur erft skömmina, skilur nú bara svona sanna það vísindilega að við erfum áfall forfeðra okkar. Þetta getur verið eitthvað úr uppeldinu, getur verið skólakerfi, þetta getur hvað sem sem þróast út í það að skömmin svo mikil að þú verður að sanna þig. Þú verður, það sem þú ert að fara að gera verður að vera fullkomið. Lífið verður að vera fullkomið, svefnið verður að vera fullkomið. Það verður að vera 7-8 tímar, annars þetta ónýtt. Þannig að þetta eru raun og veru bara einhverjir innri við að segja að það ekki neitt nógu gott. Og það bara hyldýpið. Þannig að ég svona núna farin að spyrja mig þegar ég stend með að því ætla að gera eitthvað fullkomið. Hvaða skömm núna að stjórna? Hvað þetta? Þetta eitthvað sem ég vil vinna með eitthvað sem ég vil tala við einhvern? Hvað okkur þarf allt að vera, ég get haft svona ákveðið markmið og það sem líka svo ég veit nú beint í jógafræðin að það eru væntingar. Væntingar eru helsti óvinur nútímamannsins. Og það sem kennt í jógafræðunum, og svo ég útskýri nú aðeins, svo stórt að segja þetta, að jógafræðin segja til dæmis aldrei setja væntingar í neitt eða á neitt og jafnvel ekki makaðinn til 30-40 ára. Því allt fallvalt í lífinu, allt getur brugðist, allt getur, ekki setja væntingar á að þetta veri frábært fullkomið. Heldur að þetta athyglin að vera í deginum í dag, vera í nútundinu, vera í því sem í kringu þig. Taka eftir flottur tæknibúnaður í kringum mig, af því að þú veist ekkert hvað að fara að gerast. Með væntingum ertu svolítið búin að setja fókusina, athyglina í framtíðina, þá ertu ekki að njóta þess að vera hér og nú. Þá ertu ekki, og ég hef svo oft verið þarna og þetta var rosa stór biti fyrir mig að kyngja þegar ég fór í gegnum jógakennaranámið og ég rökrætti þetta, maður verður nú að hafa væntingar, maður verður nú að hafa eitthvað markmið í lífinu og alveg tilgangslaust lífið eitthvað væntingar en þá benti jógakennarinn mér góðfúslega á að það fínt að setja sér markmið. Það allt annað en væntingar. Markmið bara, ég ætla bara að gera þetta. Markmið bregðast og markmið ganga upp. Eða markmið ganga ekki upp, markmið bregðast. Skilur, það bara hluti af lífinu. Og en ef þú ert að hlaða markmiðin líka með væntingum, þá ertu eiginlega komið með uppskrift af vonbrigðum. Þannig að fókusin á deginn í dag, markmið þetta einhvers staðar í framtíðinni, það næst ekki. Bara please ekki hlaða, ekki setja alla orkuna þína í framtíðina. Það var í deginum í dag. Og þetta er bara æfing, þetta er bara basic núvitundar æfingar. Taktu eftir því sem í kringu, taktu eftir litnum á borðinu, einhver lykt, einhver hljóð. Notaðu skynfærin til þess að draga þig inn í núvitundar. Og þetta líka hægt að gera varðandi svefn. Að hvað ég að sjá í kringum, einhver skemmtilegi litir og svo getur notað maður bara á kvöldin. Þú kannski að fara að sofa. Það einhver kannski bíll að keyra framhjá eða mótorhjól og það ætla sér gaman hjá þessum gæja horfa út úr glugganum sem bara fallegur snjór á trjánum eða á hvað blómin eru flott í glugganum hjá mér eða
þú heyrir kannski í nágrannaðinum og hann að koma seint heim, seint heim. Eða, þú veist, það er ennþá, ilmur og eldhúsinu frá því, þú veist, einhver að elda eða baka. Já, það er svolítið skemmtilegt. Að, þú veist, þá einhvern veginn þú ert komið þangað. Það er svo góður grunnur fyrir að leyfa sér að sofna. Eins og tala áðan, you fall asleep and you fall in love. Þetta er ekki nú ætla ég að sofna, þetta er bara svona, ert í núvitund og svona bara svona slætar inn í svefn. Góða nótt. Kærar þakki Finnbogi fyrir að bæði deila reynsluðinni og gefa okkur fullt af triksum. Við munum halda áfram að kynnast fólki og heyra reynslu þess í þessari fyrstu seríu af Soðum saman og ég hveti kæri hlustandi til að fylgja okkur á Facebook, Spotify, YouTube eða annar staðar sem þú ert að hlusta. Þátturinn var runnin í Hlemmurhaus. Hljóðmynd var í höndum Davíðs Pedersen. Ég heiti Gunnar Vigfús. Góða nótt.